bara, já, til að kíkja hérna í live, velkomin þeir sem að detta hér inn, gott að sjá ykkur. Ef þið viljið koma inn á Zoomið, þá megið bara endilega íta Zoom-linkin, en ykkur velkomin að horfa líka bara hérna í gegnum liveið, í gegnum grúppuna. Ég heiti Sara Pálsdóttir og þetta Einar Gaukur. Sælverði. Og við höfum svona, já, ætlunin svona að skiptast á að vera að predika hérna í þessari grúppu. Einar búinn að vera svona aðalnúmerið í mörg ár og nú ég svona aðeins að byrja og vera að leggja áherslu á svona lækningu og það sem að Biblían kennir okkur hvernig við getum verið heilbrigð, hvernig við getum lifað í heilbrigði og þetta þriðji fundurinn í þessari seríu sem við ætlum að halda svolítið áfram með og leggja svolítið áherslu á. Og það sem við vorum að tala í seinustu 2 fundunum var annars vegar trúalækning, það er að segja hvernig verðum við heilbrigð og hvaða áhrif trú og svo annars vegar og hins vegar vantrú hefur á okkar heilsu og okkar líf og okkar heilbrigði. Og í síðustu viku þá vorum við að tala um hugsanir og í dag ætlum við að tala um orðin okkar. Og við erum sem sagt að vinna með það að í Biblíunni kemur fram að Guð hafi gefið okkur vald. Það segir víðsvegar í Biblíunni, en það er mikið fjallað um þetta í 1. Mósebók. Það er að segja að Guð gefur okkur vald og Guð gefur okkur val. Og valdið sem að Guð hefur gefið okkur, sem er bara þessi hlutdeild í hans stýrða mætti, það er það sem við trúum, það sem við hugsum og það sem við segjum. Og Biblían kennir okkar að allt er orka eða kraftur eða máttur og að við sköpum okkar líf og okkar heilsu og okkar líðan og okkar kringumstæður með því hverju við trúum, hvað við erum að hugsa og hvað við erum að segja. Og Biblían kennir okkur mjög ítarlega hvernig við getum stýrt þessu og hvernig við getum breytt þessu og hvernig við getum notað þetta vald sem Guð gaf okkur, annars vegar til góðs og hins vegar til ills. Við erum velkomin þeir sem að detta inn á fundi núna. Ég er að taka smá upprifjun frá seinustu 2 fundunum sem voru með. Í dag var að fara að tala um orðin okkar og tungun okkar og hvað Biblían kennir okkur það sem við erum að segja og hvaða þýðingu það hefur og hvaða máli það skiptir. Og fyrsta spurningin er alltaf svo, hvað eru orð? Hvað eru orðin okkar? Og ef við förum í Jóhannes og Guðspjall í 1. kafla, þá er talað þar stendur í 1. kaflanum yfirskriftin orðið varð hold. Og það segir í 1. versi, í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði. Allt varð til fyrir hann og þarna er verið að vísa í Jesú. Og svo segir hérna, í honum var líf og lífið var ljós mannanna. Og í 14. versi segir, og orðið varð hold og þarna er verið að vísa í kraftin og máttin í orðinu. Og við höfum fengið orðið frá Guði sem er í Biblíunni. Guð gaf okkur vald, gaf okkur mátt og kraft og við beitum honum meðal annars með orðunum okkar. Og þegar við kíkjum á Hebreabréfið í 11. kafla 3. versi, þar segir, fyrir trú skiljum við að Guð skapaði heimana með orði sínu og að hið sýnilega var til af hinu ósýnilega. Orð Guðs er svo kröftugt og svo máttugt að Guð skapaði allan heiminn eða heimana með orðinu sínu. Hann skapaði veröldina með orðinu sínu. Og að hið sýnilega var til af hinu ósýnilega. Og það stundum tala hinn ósýnilega heim eða hinn andlega heim eða eins og ég kalla það orkuheim. Og Biblían kennir okkur sem að vísindin hafa líka síðan staðfest að allt er orka eða kraftur og allt þetta efnislega er til skapað úr orku. Fyrst kemur einhver orka eða kraftur og síðan þetta efnislega. Og ef það er eitthvað efnislegt til, þá er einhver orka, einhver kraftur sem er að skapa. Og ástæðan fyrir að ég er að tala um þetta aftur og aftur, af því að það er svo mikilvægt að skilja þetta, því að þegar við skiljum það að allt er orka, að allt er kraftur og við erum að skapa orku eða kraft innra með okkur, með því hverju við trúum, hvað við erum að hugsa og hvað við erum að segja, þá áttum við okkur á því hvað við höfum ofboðslega mikið vald yfir okkar lífi, okkar heilsu, okkar líðan og okkar kringumstæðum. Og við erum að læra að beita þessu valdi. Guð gaf okkur hlutdeild í sínum krafti, hann skapaði allan heiminn. Þannig að þegar við áttum okkur á þessu, þá fyrir við að nota þennan kraft og þennan sköpunarkraft sem er innra með okkur og sem Guð
gaf okkur. Og þegar maður lesi gegnum fyrsta kaflan í fyrstu Mósebók, þá kemur aftur og aftur fram að Guð talaði og þá varð eitthvað til. Hann sagði verði ljós og þá varð ljós, verði festing á milli vatnanna, jörðin láti gróður spretta, þá spratt gróður á jörðinni, vötnin verði kvik af lífverum og fuglar fljúgi. Þá komu allar lífverurnar í sjóinn og fuglar fóru að fljúga himnana. Jörðin leiði fram lifandi skepnur, þannig að Guð talaði og notaði orðið sitt og skapaði allt það sem var á jörðinni og á jörðinni. Og í Mósebók, í 5. Mósebók 30. kafla 14. versi segir að orðið mjög nærri okkur, það í munn okkar og það í hjart okkar og við getum breytt eftir því. Og í Lúkasarguðspjalli í 4. kafla, það segir í 31. versi, Jesús kom nú ofan til Kapernám, borgar í Galilíu og kendi þeim á hvíldardegi. Urðu menn mjög snortnir af kenningu hans því að vald fylgdi orðum hans. Og þarna verið að vísa í þennan kraft, þennan mátt, þetta vald sem við höfum, sem fylgir orðunum okkar. Og svo minni ég aftur á þetta mikilvæga vers sem ég skil ekki til fulls, en ég bara veit að það eitthvað mjög magnað við þetta. Það segir í 1. Mósebók að við erum sköpuð í líkingu Guðs. Þegar Jesús gekk jörðina, þá sagði hann, þegar ég fer og kem aftur í heilugum anda, þá mun þið geta gert meiri verk heldur en ég gat gert á jörðinni. Þannig að við þurfum að taka þetta alvarlega og við þurfum að trúa þessu og skoða hvað þýðir þetta. Hvað þýðir það? Við erum sköpuð í líkingu Guðs, að við höfum fengið hlutdeild í hans stýrða mætti og það þýðir að vald fylgir okkar orðum líka, þessi kraftur, þessi máttur. Og síðan má alveg skoða hérna í Síraksbók í 45. kafla í 3. versi og hér verið að tala Móse og drottinn. Og þar segir hann lét máttarverk fylgja orðum hans. Þannig að orðum hans fylgdu máttarverk. Og þannig að orðin okkar eru orka, eru kraftur, þeim fylgir vald. Og ef við skoðum þessa spurningu hvað þýðingu hafa orðin okkar, hvað þýðingu hafa þau, að þá þurfum við að fara hérna í Jakobsbréfið í 3. kafla og þetta eitt af mínum uppáhaldsköflum í Biblíunni af því að þessi kafli hefur haft svo mikil áhrif á mig af því að þegar ég glímdi við þessi veikindi, kvíða og fíkn og átröskun og svefnleysi og síþreytu að þá var ekki bara hugarfarið mitt í algjörum ólestri og mjög óheilbrigt og ég var að glíma við þessa hugsýki á þess að hafa hugmynd að það var að hafa neikvæð áhrif á mig, heldur var ég líka að tala mikið myrkur í mínu daglega lífi. Ég var bæði gagnvart sjálfum mig, sérstaklega sjálfum mig, neikvætt sjálfsniðri, sjálfsásökun, sjálfsfordæming, tala niðrandi til mín, lasta sjálfa mig en líka aðra. Ég var mjög fordómafull og dómhörð gagnvart öðrum og með orðunum mínum brauti sjálfa með mig og aðra niður líka. Þannig að þetta mótaði mig og þegar ég hef verið að fara í gegnum þessi vest þá það að móta mig ennþá í dag. Og þegar við skoðum 3. kafla í Jakobsbréfinu þá yfirskriftin að stýra tungu sinni og það segir í öðru versi öll hrösum við margvíslega. Hrasi einhver ekki í orði þá hann maður fullkominn. Fær að hafa stjórn á öllum líkama sínum. Ef við leggjum hestunum beisli í munn til þess að þeir hlýða okkur, þá getum við stýrt öllum líkama þeirra. Sjáðu einnig skipin, svo stór sem þau eru og rekin af hörðum vindum, þeim verður stýrt með mjög litlu stýri, hvert sem stýrimaðurinn vill. Þannig tungan lítill limur en lætur mikið yfir sér. Sjáðu hversu lítill neisti getur kveikt í miklum skógi. Tungan líka eldur. Tungan ranglætis heimur meðal lim okkar, hún flekkar allan manninn og kveikir í allri tilveru hans, en sjálf tendruð í helvíti. Allar tegundir dýra og fugla, skriðkvikindi og sjáaldýr má temja og hafa mennirnir tamið, en tunguna getur enginn maður tamið, þessa óhemju sem full af banvænu eitri. Og svo segir hérna lykilvers í 9. versi, með henni, með tungunum vexum við drottinn okkar og föður og með henni formælum við mönnum sem eru skapaðir í líkingu Guðs.
Af sama munni gengur fram blessun og bölvun. Þetta má ekki svo vera, bræður mínir og systur. Gefur sama lindin bæði ferskt og beiskt vatn. Mun fíkjutré, bræður mínir og systur, geta gefið af sér ólífur eða vínviður fíkjur. Eigi getur heldur saltur brunnur gefið ferskt vatn. Þarna verið að vísa í valdið og kraftin sem að tungan okkar hefur. Og þarna líka verið að gagnrýna og vara okkur við hvað erum við að tala út í okkar lífi. Erum við einn daginn að vexa með Guð og lofa Drottinn en síðan næsta dag að lastmæla einhverjum eða formæla einhverjum eða tala illa einhvern annan eða okkur sjálf eða okkar eigin heilsu. Og erum við að láta ganga fram blessun sem svona jákvæð heilbrigð orka sem kemur frá Guði, sem að Guð skapar og getur skapað í gegnum okkur þegar við blessum annað fólk eða blessum okkur sjálf eða blessum okkar eigin heilsu eða erum við að bölva? Erum við að bölva öðru fólki? Erum við að bölva sjálfum okkur? Erum við að bölva líkamanum okkar? Erum við að bölva heilsun okkar? Þetta er rosalega mikilvægt því að þegar ég var veik og óheilbrigð, þá var ég að bölva sjálfum mér, ég var að bölva líkamannum mínum og ég var að bölva heilsunum minni. Og það er svona svört neikvæð orka, neikvæð kraftur sem kemur frá myrkrinu, ekki frá ljósinu og það er ekki það sem við viljum vera að senda, hvorki okkur sjálfum, líkamannum okkar, heilsunum okkar eða neinum öðrum. Líkaminn okkar þjáist þegar við bölvum honum eða tölum hann niður og sama á við heilsun okkar. Og það er oft hluti bara eins og sjálfshatur eða líkamshatur eða sjálfsvantraust, að vantreysta eigin heilsu og þegar heilsan okkar sem er ákveðin partur af okkur sem er lifandi fær frá okkur niðurrif og vantraust og fordæmingu, þá bara fyllist hún af neikvæðum krafti, óheilbrigðum krafti og henni líður illa og þá getur hún ekki starfað eins og henni var ætlað að starfa. Jesús stóð á krossi, sigraði alla sjúkdóma svo við getum verið heilbrigð og það er það sem við þurfum að tala út og við ætlum að gera þá æfingu á eftir. Þannig að jafnvel þótt að þessi vers í Jakobsbréfi sé mjög sterk og maður hrekkur aðeins í kút, þá er þetta til þess að við gerum okkur grein fyrir því hversu voldug orðin okkar eru og hversu máttuð þau eru og við vöndum okkur þegar við erum að tala út og við viljum tala út blessun. Og eins langar mig líka til þess að segja að því að Guð hefur sýnt mér að sko, við erum börnin hans og þegar að við erum að rífa okkur niður eða dæma okkur eða ásaka okkur eða beita okkur andlegu ofbeldi, það særir Guð. Hún sárnar af því að hann elskar okkur svo mikið og við erum börnin hans. Þannig að við þurfum líka að heiðra hann með því að heiðra okkur sjálf. Og elska okkur sjálf skilyrðislaust eins og Faðirinn á himnum elskar okkur skilyrðislaust og eins og hann hefur sagt að við eigum að elska aðra skilyrðislaust. Þannig að það er mikilvægt að hafa það í huga líka. Og þá þurfum við að spyrja gengur fram á okkar tungu blessun eða bölvun, lækning eða sjúkleiki, uppbygging eða niðurrif, trú eða vantrú? Og það er eitt áhugavert vers í 4. Mósebók í 20. kafla 8. versi, þar sem að segir tak stafinn og safna saman lýðnum þú og Aron bróðir þinn, þarna verið að tala við Móse, og mælið við klettin í áheyrn þeirra og hann mun vatn gefa. Og það er að segja að Guð sagði við Móse þegar þeim vantaði vatn og þau voru þyrst, hann sagði talaði við klettin og það mun sprautast vatn út úr klettinum og hann talaði við klettin og þá bara sprautaðist vatn út úr honum. Þú veist, þannig að með þessum orðum var svo mikið vald að hann gat talað vatn út úr þurrum klett. Það er mjög magnað. Það er rosalega mikið talað tunguna og orðin í Biblíunni og það er langstærstum hluta svona viðvörun og varnaðar orð þar sem við þurfum að vanda okkur og stýra tungun okkar. Og jafnvel þótt að við sem menn í okkar eigin mætti getum ekki tamið okkar eigin tungu, þá höfum við Guð. Og Guð er almáttur og hann verkar í gegnum okkur og hann lifir í andanum okkar og hann getur tamið tungun okkar og hann hjálpar okkur og við biðjum hann að hjálpa okkur. Í 37. kafla í Síraksbók, það segir í 16. versi: orð eru til alls fyrst,
og áform undanfari allra verka. Hugurinn upphaf allrar breytni og fernt frá honum runnið. Gott og illt, líf og dauði. En ávallt hefur tungan það allt á sínu valdi. Þannig að þetta að segja, á undan öllu öðru kemur hugsun og orð. Það ekkert til í veröldinni án þess að fyrst sé hugsun og orð sem að skapi það. Og frá huganum okkar kemur gott og illt, líf og dauði og það er tungan sem hefur það á sínu valdi. Það er tungan sem hefur þetta vald. Og þannig að við þurfum að spyrja okkur, stundum ég búin að vera í einhverju samtali og síðan skynja ég á meðan ég að eiga þetta samtal og það er kannski svona neikvætt samtal, neikvæðar orðræður, einhverjar að tala við mig og við erum að tala áföll og slys og ríkisstjórnina og þetta og hitt og allt sem er neikvætt og ég skynja á meðan ég í þessu samtali bara heilan anda, ekki, stoppaði þarna, skilju. Og þegar þetta gerist, sem að getur gerst og gerist fyrir okkur öll, þá þurfum við ekki að vera bara, hvað er ég búin að vera að skapa núna, þetta er svo hræðilegt og búa til meiri neikvæðan kraft innan með okkur með því að vera að ásaka okkur, heldur við notum fyrirgefninguna. Guð kennir okkur að nota fyrirgefninguna, Guð fyrirgefning og við fyrirgefum sjálfum okkur, við fyrirgefum samtalinu og þá svona fer neikvæða krafturinn úr því, það hefur ekki neikvæð áhrif á okkur. Að fylgja mér. Þannig við notum fyrirgefninguna, við erum ekki fullkomin og við erum bara að æfa þetta as we go og stundin kemur að fyrir, við hrösum í orði eða við hrösum í hugsun og það er allt í lagi við fyrirgefum. Jesús dó á krossinum svo við getum orðið frjáls og hann tekur þetta í burtu. Þannig að það er líka mjög mikilvægt hvernig bregðumst við því þegar við hrösum í orði. Hvernig bregðumst við því þegar við erum búin að hvæsa óvart á eitthvað og sjáum eftir því, við fyrirgefum og segjum fyrirgefðu. Og það er bara hluti af því að vera manneskja, við gerum mistök, þetta er ekki fullkomin, því meira sem við þjálfum þetta, því betri verðum við í þessu og því meiri stjórn höfum við á orðunum okkar og hugsunum líka. Ef við förum í orðskviðuna 18. kafla, að þar segir í 21. versi, dauði og líf á valdi tungunar. Sá sem henni beitir mun og þiggja ávöxt hennar. Og þetta eins og hinn versin í Jakobsbréfinu sem við vorum að fara í, þá þetta rosalega sterkt vers. Og þetta ekki bara þannig svona, já, þetta bara svona, eitthvað sem við segjum, þetta raunverulega svona. Það raunverulega þannig að dauði og líf á tungunavaldi, ljós og myrkur, Og þannig að við þurfum að leyfa þessum versum að móta okkur með jákvæðum og heilbrigðum hætti og við þurfum að skoða ávöxtun okkar. Við fórum í síðasta fundi, þá fórum við í hvernig þekkjum við ávöxtuna sem í 7. kafla í Lúkasar guðspjalli og það bara einfaldlega með að horfa á líf okkar og þá getum við séð hvað ég að tala út. Hvað ég að tala út? Og ég veit alveg að það einhver inni sem að þekkja einstaklinga sem að í hvert skipti sem hún hittir viðkomandi einstakling þá tala viðkomandi alltaf veikindi, alltaf sjúkdóma, alltaf áföll eða eitthvað slíkt. Og líf viðkomandi einstaklings markað af þessum hlutum. Hvað margir inni sem að þekkja þannig manneskju? Hvað margir inni sem hafa kannski verið einhvern tíma sú manneskja? Þannig að, og ég ekki að segja þetta til þess að gera grína einhverjum eða tala illum einhvern, ég bara að segja þegar við byrjum að lesa þessi vers í Biblíunni og þau fyrir að móta okkur, þá fyrir við að taka eftir þessu og við fyrir að sjá þetta og við fyrir að átta okkur á þessu betur. Og það jákvætt og það gott af því að það þýðir að við getum breytt. Og mér langar að fara aðeins áfram í orðskviðum og það í 15. kafla segir í 1. versi mildilegt svar stöðvar bræði. Og þarna einfaldlega verið að segja að þessi heilbrigða jákvæða orka sem kemur frá þér, hún sterkari heldur en neikvæða orkan sem reiðin Þannig að þegar við, og það segir líka við að sigra illt með góðu. Þannig að þegar við finnum að einhver að hrauna yfir okkur eða senda okkur rosalega neikvæðan kraft eða orku, þá fyrirgefum við og við sendum eitthvað heilbrigt á móti. Bara biðjum fyrir viðkomandi, fyrirgefum þessu, fyrirgefum því sem að viðkomandi sagði, það hefur engin áhrif á okkur. Af því að ef að við sendum fúkirð á móti, þá ertu bara með fúkirð eða reiði og svo bara blandast það saman og þá bara
gefur miklu, miklu meiri reiði. Og það vísindalega sanna, vísindalega hafa sýnt fram á það að orka er svona kraftur sem að víbra ákveðinni tíðni og þegar þú ert með orku sem alveg eins, þegar þær draga saman þá magnast þær upp. Þannig að við sigrum illt með góðu og við notum kærleikann ljós Jesú Krist til þess að eyða þessu. Mildilegt svar stöðvar bræði en fúk yrði vekja reiði. Af tungu hinna vitru drýpur þekking, af munni heimskingjana streymir flónskan. Og svo hérna í 4. versi, hóvar tungunar er lífstré, en fals hennar veldur hugarkvöl. Þannig að hann verið að tala hvernig við þurfum að temja okkur hóvara tungu. Að við viljum hafa hóvara tungu og hafa heimil á henni. Og það talaði í Biblíunni líka, Guð, hann fylgist með því, hann hlustar á það sem við erum að segja og hann fylgist með því. Og það segir hérna nú hef ég ekki skrifað hvar í Biblíunni þetta er. Ég skal reyna að finna út af því og posta því í grúppinu. Það segir hérna, ég held þetta sé í Sýrasbók, það segir í 7. versi, spekin er andi sem elskar menn og lætur orðum lastarans ekki óhent. Guð er vitni þess sem bærist með manninum, hann vakir yfir hjartans og hlýðir á það sem hann mælir. Andi drottins fyllir alla heimsbyggðina, hann heldur öllu í skorðum og nemur hvert hljóð. Þess vegna getur enginn dulist sem fer með ranglátt mál, né vikist undan réttlætisdómi hans. Þannig að Guð er með okkur, Guð hjá okkur alla daga, alltaf. Hann heyrir allt sem við segjum, hann þekkir hugsanir okkar. Þannig að við þurfum líka að vera meðvituð hvað er ég að segja þegar enginn heyrir til mín, af því að Guð heyrir alltaf og það er það sem skiptir mestu máli. Og hér segir í 10. versi, því að drottinn hlustar eftir öllu með vandlæti, minnsti kurr fer ekki fram hjá honum. Varast í ónytsamt mögl og gæti þess að mæla ekki öðrum á bak. Við eigum ekki að tala, við eigum ekki að sóa orðunum okkar í eitthvað neikvætt kvart og kvein og þvælu og raus og sérstaklega ekki baktal. Mikið tala það hvað það er eitrað. Svo segir hérna í 11. versi, það sem sagt er í leyndum dregur dilk á eftir sér. Það er bara að vera að tala, þannig að vera að vísa í það sem við segjum, það hefur áhrif. Og lygin munnur torti með sálinni. Og svo langar mig til að vísa í Matteus 12. kafla, í 34. til 37. versi. Þar er Jesús að tala hjartað og hvernig það sem er í hjartanu kemur út munnin. Að út munnin talar hjartað. Og það segir í 37. versi, en ég segi yfir á dómsdegi munu menn verða svara fyrir hvert ónytju orð sem þeir mæla, því af orðum þínum myndu sýknaðir og af orðum þínum myndu sakfelldu verða. Og þetta er bara verið að vísa í það að bara með því að mæla af munnunum að við játum að Jesús er drottinn, þar með erum við sýknuð. Þar með erum við réttlátt og frjáls og þar með eigum við eilíft líf í honum. Svo mikill kraftur er í því sem við segjum, að það skilur af sekt, sýknu, myrkri og ljósið. Og ég ætla að fara yfir nokkuð vers í Biblíunni sem að tala tunguna og orðin og það sem er verið að tala orðin sem að skapa myrkri innan með okkur og óheilbrigði. Og í orðskviðum 10. kafla 19. versi segir að málæðinu fylgi yfirsjónir en að sá breyti hyggilega sem hefur taumhald á tungunni sinni. Þannig að ef við erum bara og við erum ekkert að pæla í hvað við segja, við látum bara dæluna ganga, þá mögum við búast við því að það verði eitthvað yfirsjónir. og sá breyti hyggilega sem hafi taumhald á tungu sinni. Og svo segir hérna í 27. versi, hygginn maður er orðvar og skynsami maður er fáorður. Ég bara eftir ég fór að lesa þessi vers, ég veit ekki hversu oft ég búin að bíta í tungunum mína. Bara núna í gær eða fyrradag, og það er svona sameiginlegt tjatt hérna með nágrannanum, þetta er fjórbýli þetta sem við búum í.
ég þurfti að bíta í tunguna mína og bara ekki segja það sem ég langar að segja, því að mér langar ofta að svara fullum hálsi. Mér langar stundum að láta einhvern heyra það eða að afhjúpa hver mín skoðun á einhverju. En ég veit að núna að það ekki að fara að skapa neitt nema illindi eða spennu eða leiðilegt andrúmsloft, þannig ég frekar sleppi því og ég bara fyrirgef og ég bið fyrir viðkomandi og bið Guð að hjálpa mér að hafa taumhald á tungunni minni, því ég vil ekki skapa neikvæða orku inn í líf mitt eða senda öðrum. Mér langar ekki að senda nágrannum mínu neikvæða orku með að hvæsa eða segja eitthvað þannig að hún átti sig á því að ég klárar en hún eða eitthvað þannig. Þú veist, það bara, þú veist, við erum mannleg, við höfum þessar hugsanir, þetta kemur upp innan með okkur og það allt í lagi og Guð sér það og þegar við vöndum okkur að þá, þú veist, þá finnst honum það flott, þú veist, og hann klappar okkur alveg á baki, þú veist, vel gert, við erum að gera okkar besta, það ekki að ætlast til þess að við séum með allt 100% á hreinu tæru alltaf, þú veist, það virkar ekki þannig. Og svo segir hérna í orðskviðum 12. kafla, í 7. versi orð ranglátra eru banvæn, en tunga hinna réttsýnu frelsar þá. Og í 5. kafla í Predikaranum, þar mjög flott vers að segja, í 1. versi, vertu ekki orðhvatur, hjarta þitt hraði sér ekki að mæla orð frammi fyrir Guði. Guð á himnum en þú og jörði, vertu því ekki marg orður. Og svo segir hérna, að þegar þú gerir Guði heit, fresta þá ekki að efna það, efndu það sem hún lofar. Betra að heita engu en að þú heitir og efnir ekki. Og hérna finnst mér Biblían svolítið vera að tala til þeirra sem að eiga stundum erfitt með að segja nei. Og ég veit að það mjög margir sem að glíma við þetta og fólk, þú veist, það segir já, einhver að biðja mig eitthvað, þú veist, viltu gera þetta, getur við gert þetta, getur við gert hitt og viðkomandi vill það ekki, getur það ekki, en getur ekki sagt nei og segja já og síðan kemur einhver afsökun á seinustu stundu til að viðkomandi getur losnað út úr því, þú veist, og þetta bara eitthvað sem ég hef sjálf þurft að glíma við innan með mér, þú veist, það bara betra að segja því mér nei, ekki segjast alltaf að gera eitthvað og síðan ekki standa við, það kemur bara neikvæð orka og það það sem Biblían að segja okkur, þú veist, stattu við það sem hún segir, vertu maður orðaðina. Og svo segir hérna í orðskviðum 29. kafla, í 20. versi, sjá þú mann sem fljótfær í orðum, þá heimskingin meiri von en hann. Þannig að Biblían alveg mjög skýr og ákveðin þarna og hérna þetta. Og svo í 18. kafla segir í orðskviðum, djúp vötn eru orð af manns munni. Þetta djúp vötn, þetta svo mikill kraftur og mikil orka. Lind viskunar sem rennandi lækur, orð heimskingjans valda deilum, munnur hans býður höggunum heim. Munnur heimskingjans verður honum að falli og varirnar eru lífi hans snara. Þetta svakalega sterkt. Þetta bara að vera að tala hvernig við völdum okkur sjálfum, egnum gildru fyrir okkur sjálf og fyrir aðra, hvernig við verðum sjálfum okkur að falli. Og það sama á við heilsun okkar. Þegar við tölum niður í heilsun okkar, þá erum við bara að leggja gildru fyrir okkar eigin heilsu. Þannig við þurfum alltaf að velja að tala líf og heilbrigði inn í heilsun okkar, inn í okkur sjálf og inn í líkamann okkar. Til þess að við séum ekki að fella okkar eigin heilsu. Í orðskviðum 11. kafla 9. versi og 11. versi segir hérna með orðum tortímir hinn rangláti náunga sínum. Og svo segir í 11. versi blessun hinnar rétt sínu reisir borgina en orð ranglátra steypa henni. Þetta rosa sterkt. Óvitur maður sínu náunga sínum fyrirlitningu en vitur maður þegir. Sko þú veist, sem betur fer ekki svo mikið í dag, en ég veit ekki hversu oft ég var að sýna mínum náunga fyrirlitningu hérna áður fyrr. Og ástæðan fyrir því að ég gerði það var sú að ég sýndi sjálfur mig fyrirlitningu. Og við þurfum að skoða hvernig samband eigum við okkur sjálf, hvernig erum við að koma við okkur, ef við erum að dæma okkur sjálf, fyrirlíta okkur sjálf, þá það líka það sem við sendum frá okkur. Þannig að við byggjum upp heilbrigt samband við okkur sjálf og spurjum okkur, hvernig vill Guð að ég komi fram með mig?
og fylgjum því eftir. Svo segir henni Síraksbók, 21. kafla, versi 16. Orðræður heimskingja lýja eins og klyfjar á langferð. Hafið einhvern tímann hitt manneski sem rosa neikvæð og bara hangið mér í klukkutíma og eftir að veri bara, ég er búin á því, sko. Það bara komið þyngsli í bringuna, hraður hjartsláttur, bara bakverkur, vöðvabólga. Af því að það orkan, krafturinn sem að myndast við svona neikvæða orðræðu. Þannig að þegar við lendum í þessum aðstæðum, við höfum alltaf val, að fyrirgefa. Við getum breytt andrúmsloftinu. Svo höfum við verið í kringum manneskjur sem jákvæð og björt og í tillökkun og spennt og við finnum fyrir kraftinu sem kemur frá henni, þessum jákvæða krafti og gleðin og við smitumst af því að þessi kraftur hann flæðandi. Við sendum þetta frá okkur, við tökum við þessu frá öðrum en við notum fyrirgefninguna til þess að fá frelsi frá svona neikvæðu krafti. Hvort sem það okkar eigin eða að koma frá öðrum. Af því að þetta eru rosalega þyngsli að öll þessi orð, hvert einasta orð orka, spáðið því. Svo segir hérna, en yndir að hlýða á vitur og orð. Og í Predikaranum 10. kafla segir í öðru versi, orð af munni viturs manns eru yndisleg, en varir heimskingjans vinnunum tjón. Og í 23. kafla í Síraksbók segir að stjórna tungunni eða stýra tungunni. Í 7. versi hlýðið börn á orð mínum taumhald á tungu. Sá sem þess gætir fellur eigi í gildru. Þannig að ef við pössum okkur á tungun okkar og stýrum henni, þá erum við ekki að falla í gildru. Þá erum við ekki að leggja snöru fyrir okkur sjálf. Af því að hér segir líka, af orðum sínum syndarinn fangaður og hrokafullum lastar að verða þau til falls. Þetta svakalegt. Svo segir í 12. versi, til eru orð sem varða dauða, megi þau aldrei heyrast í arfleigi Jakobs. Og í Jobsbók í 15. kafla segir í 5. versi, já, sekt þín leggur þér orð í munn og þú velur þér tungutak lævísra. Munnur þinn dæmir þér sekan en ekki ég og varir þín að vitna gegn þér. Þannig að þetta mjög sterkt og það eru fullt af fleiri versum og ég ætla að posta þessum versum í grúppuna eftir lesturinn. Við náum ekki að fara við öll þótt ég myndi mjög mikið vilja því ég finna þetta að móta mig og maður alveg bara, ég alveg komið með beisli hérna á tunguna mína. Og ég ætla bara að rétt að fara við nokkur til viðbótar. Það hérna ógætni í orðum, þetta í Síraksbóks 20. kafli, 18. vers. Betra manni að missa fóta en stjórn á tungu. Þannig hendir illan mann bráð hrösun. Þannig að svo verið að tala að við þurfum að beita okkur aga. Að við höfum fengið aga og sjálfstjórn frá Guði og við þurfum að nota það þegar kemur á orðum okkar. Því að stundum langar okkur svo mikið bara að ausa út einhverja reiði eða bölvun. En fyrirgefa því og bara tala út ljós. Fyrirgefa, tala út ljós. Tala út blessun. Þá byrjar okkar kraftur, okkar orka að breytast, þá byrjar líf okkar og heilsa að breytast. Það mikið talað það að segja satt, að tala út sannleika. Jesús sannleikur og við viljum ekki að hafa lygi eða blekkingu eða myrkur á tungun okkar. Og hinn illi það faðir lyginnar og við viljum ekki fóðra hann og hans þegnaða ríki eða hvað við að kalla það. Við viljum fókusa á ljósi og Jesús sannleikurinn, þannig að við tölum út sannleikan. Og hér eru fullt af fleiri versum þetta og ég ætla ekki að fara yfir þetta allt, en eins og ég segi, ég ætla að posta þessu í grúppuna. Hérna það mjög mikið þetta í Síraksbók sem reyndar ekki partur af Biblíunni, en samt hluti, hún svona, næstu bæri við, getur maður sagt. Já, hún fór ekki inn bara því að vantaði eitthvað smá í þessu upp á og uppfyllti öll skilyrði, en helmingur svona kristinna manna telur hana hluta af Biblíunni, þessi að kálsku kirkjurnar. Já. Og einhverju fleiri, en það svona, á mörkunum, sko.
Já. En mjög gott að lesa þær Já. og að minnstakosti jafnmikil sýrð og góða kristilega bækur og kannski rúmlega það. Og það segir sko í 22. kafla að það er svona bæn, þar sem að við erum að biðja Guð að hjálpa okkur að synda ekki orði. Og það segir hérna í 27. versi, hver mun standa vörðu munn minn og setja tryggt innsigli visku á varir mínar, svo þær verði mér eigi til fals og tunga mín steypi mér ekki glötun. Þannig að þetta er svona bæn sem við getum nota til að biðja Guð að hjálpa okkur að setja bara innsigli á varirnar, hjálpa okkur að temja tungun okkar og tala út líf og heilbrigði. Og svo erum við að skoða orð sem að tala líf og lækningu og heilbrigði. Og þar segir, langar mig að vísa þetta í fyrra Pétursbréfi í 3. kafla, það segir í 8. versi, að lokum verið öll samhuga, hluttekningasöm og elski hvert annað, verið miskunnsöm, auðmjúk. Gjaldið ekki illt með illu eða illmæli fyrir illmæli, heldur þvert á móti blessuð, því að þið eru til þess kölluð að öðlast blessunina. Sá sem vill elska lífið og sjá góða daga, haldi tungu sinni frá vondu og vörum sínum frá svikatali. Þannig að við tölum út ljós, við tölum út kærleika, miskunnsemi, auðmýkt og blessun. Og þegar einhver segir eitthvað neikvætt við okkur, þá fyrirgefum og sendum blessun. Fyrirgefum og sendum blessun. Það er miklu, miklu, miklu sterkara. Og við sendum kærleika. Og við getum bara með því að hugsa í Jesú nafni sendi ég henni blessun eða í Jesú nafni sendi ég henni blessun. Þá erum við að senda kraft. Við erum að senda kraft sem kemur frá Guði, frá ljósinu. Og það er miklu, miklu yfirstætt. Ljósið er búið að sigra myrkri. Sigurinn er þegar unnin. Þannig að við þurfum ekki að ágjöra því. Og svo segir hérna í Sýraksbók 18. kafla, 16. og 17. vers, er orð ekki betra en góð gjöf, hvort tveggja fylgist að hjá göfulindum manni. Og svo segir í Orðskviðum 22. kafla, 11. versi, að sá sem ástundar hreinleika hjartans vinnur hilli konungs með geðfelldum orðum var að sinna. Og í Orðskviðum 16. kafla, 24. versi segir, vingjarnleg orð eru hunang, sæt fyrir góminn, lækning fyrir beinin, að lækning fyrir líkamann okkar, að fá vingjarnleg og falleg og heilbrigð orð. Og þau eru sæt fyrir góminn. Og það er verið að vísa í að orðin eru næringin okkar. Og þegar Jesú var freistað í eyðimörkinni, þegar hann fastaði 40 daga og 40 nætur, og djöfullinn var að reyna að freista hans til að breyta steinum í brauð því hann var svangur, þá sagði hann að menn nærast ekki á brauðinu einu saman heldur á orði Guðs. Og orðin eru næring fyrir líkamann okkar, fyrir heilsun okkar, fyrir sálin okkar, fyrir okkur sjálf. Það hlaupa hérna yfir nokkuð vers tímans vegna og við langar að fara þess í orð Guðs og hvernig tala þau í Biblíunni og hversu mikilvægt það er að við trúum orðum Guðs, að við trúum orði Guðs og við setjum orð Guðs inn í hjarta okkar og þá trúum við því og það byrjar að umbreyta okkur innan frá krafturinn orkan sem er í orðum Guðs. Og það segir hérna í speki Solomons 16. kafla í 12. versi, hvorki grös né smysl læknuðu þau, heldur orð þitt drottin sem græðir allt. Orð drottins græðir allt. Þannig að versin sem við erum búin að vera að fara hérna yfir, þegar við lesum þetta aftur og aftur og sem ég seti þetta inn í hjarta mitt, þá er þetta orð að lækna okkur og það er að umbreyta okkur og móta okkur. Og svo segir hérna, þú hefur líf og dauð á valdi þínu. Og þarna verið að tala til Guðs. Og svo segir í Hebreabréfinu 4. kafla 12. versi, því að orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði og það smýgur inn í innstu fylgsni sálar og anda, liðamóta og mergjar. Það smýgur inn í líkamann okkar, inn í frumurnar í líkamannum, inn í hugsanar, inn í líffærin og allt og það læknar. Og
og þess vegna svo ofboðslega mikilvægt að lesa og setja inn í hjarta sitt. Og síðan í Sálmi 107, þá segir í 19. versi, þá hrópuðu þeir til Drottins í neyð sinni og hann bjargaði þeim úr þrengingum þeirra, sendi orð sitt og læknaði þá og bjargaði þeim frá gröfinni. Og orð Guðs lifir og varir og það eilíft. Að því mig langar svolítið að hafa góðan tíma til að fara í bænina á eftir og hugleiðsluna, að þá ætlum við að fara í fyrra Pétursbréfi í 2. kafla 22. versi, það segir að Jesús, hann framdi enga synd og það var engin synd í munni hans og engin blekking og engin lygi. Og það verið að vísa í að það sem hann talaði út var bara hreint og heilbrigt og fallegt og frá Guði. Hann talaði ekki út neitt myrkur. Og ég veit bara eitt dæmi, það var versið sem við fórum í síðast, þegar hann formælti fíkjutrénu og það visnaði og dó minn eftir því. Og ég trúi því að það hefði bara verið hluti af kennslu Krists hversu mikill kraftur í orðunum okkar og hvað við þurfum að gæta okkar mikið, hvað við erum að tala út. Og Guð hefur gefið okkur vald og Guð hefur gefið okkur val. Og valið okkar felst í því að við getum valið hvaða orð við notum og við veljum að tala út líf, kraftorð, lækningarorð og við tölum út hugsanir eða orð sem eru fullar af krafti Guðs og ljósi. Og þegar við notum nafni Jesús, við segjum í Jesú nafni, þegar við erum að tala út, í hvers skipti sem ég nota kraftsetningar eða kraftorð, það segir í Jesú nafni trúi ég því að þú hefur þegar læknað með Drottinn, þá erum við að taka valdið sem felst í nafni Jesú Krist og það kraftur sem að reista hann upp frá dauðum, vann sigur yfir öllu illu, skapaði alla verölduna, alla heimana. Þetta rosalega kraftur og við erum að nota það til þess að hjálpa okkur sjálfum eða öðrum ef við erum að biðja fyrir öðrum. Og það krafturinn sem við höfum aðgang að en við þurfum að trúa til þess að geta beitt honum og byrja að nota hann og nota hann til góðs. Og þannig að þegar við tölum út heilbrigði og það það sem ég kalla krafthugsanir og það talaði það held ég í Jóel þegar heilsuleysingin átt að hrópa ég hetja eða ég hraustur og þarna verið að tala, þarna Guð að kenna okkur óháð okkar kringumstæðum, óháð því hvernig okkur líður, óháð því hvernig heilsan okkar búin að vera eða hefur verið að það að tala út líf og við segjum ég er heilbrigð í Jesú nafni og ég bara tek á móti dýrðamætti þínum Drottinn og inn í hjarta mitt og inn í sálina minn og inn í líka minn tala ég lækningu, líf og heilbrigði og kraft. Og þegar við erum að tala þetta út, þá þurfum við að setja svolítið kraft í þetta og þú veist, trúa svo og meina þetta ekki bara í Jesú nafni er ég heilbrigð, kannski eftir 5 vikur. Þú veist, við tölum þetta út eins og þessi þegar orðið er að fylgja mér og setja smá kraft. Og mér langar svolítið að skora á ykkur, takið krafthugsanirna sem ég postaði í grúppuna, notið þær og líka ef þið viljið, þá getur við búið til ykkar eigin krafthugsanir. Þið megið postaði mig í grúppuna eða senda á mig og ég get kíkt á þær og takið þið á hverjum einasta morgni smá tíma, bara nokkra sekúndur. Við erum að tala kannski 20 sekúndur. Og talið þetta út. Og það sem ég geri er að þegar ég er í bílnum á leiðinni í vinnuna og enginn heyrir í mér nema Guð, það tíminn sem ég tala út mína krafthugsanir. Og ég nota alltaf í Jesú nafni, af því ég veit það er svo mikil kraftur í því. Og ég tala út það þarf ekki endilega að vera, ég náttúrulega kannski er ekki mikið að tala heilbrigðin í lífið mitt í dag þegar ég er heilbrigð, en það var það sem ég var að gera þegar ég var að fara í gegnum mitt bataferðalag. Ég var með króníska bakverki og búin að vera með í mörg ár. Ég var alltaf að drepast í bakinu. Og ég byrjaði að tala út. Ég er með heilbrigt bak, mér líður vel í bakinu. Ég er með heilbrigt bak, mér líður vel í bakinu. Ég er ekki með neina bakverki í dag, ég er ekki búin að vera með bakverki í mörg ár. Þegar ég var að glíma við átröskun og ég var með stjórnlaust samband við mat, þá byrjaði ég að tala út. Líkami minn í heilbrigðri kjörþyngd og mín heilbrigða kjörþyngd X mörg kíló. Ég borða heilbrigðan mat
og ég virði mörk míns eigin líkama. Þú veist, þegar ég var að glíma við krónísk svefnvandamál og ég var andvaka því ég var með svo miklar ofhugsanir og þráhyggju, að þá fór ég að tala út. Ég er með heilbrigðan svefn. Leið að ég legg höfuðið á koddann, þá sofna ég strax og ég sef vel alla nóttina og ég vakna endurnærð. Ég elska svefninn minn eins og hann er og ég treysti honum og ég veit að hann er heilbrigður og góður. Er að fylgja mér. Þeir sem eru að glíma við félagslegt óöryggi og fyllast kvíða og óöryggi og ótta fyrir félagslegum aðstæðum, þeir geta talað. Þegar ég fyrir félagslegar aðstæður þá fyllist ég sjálfsöryggi, krafti og gleði og mér líður vel í eigin skinni. Þegar ég er að tala fyrir framan hóp og fólki þá líður mér vel og ég finn fyrir öryggi og krafti og gleði. Og ég elska þá sem ég er að tala til. Þannig að krafthugsanir er eitthvað sem getur átt við hvaða svið sem er og þegar við viljum breyta ykkur, þá byrjum við að breyta í hvað við erum að segja og hvað við erum að hugsa það. Nota tímann þegar þið eruð í bílnum og leiðin í vinnuna eða bara á morgnana fyrir framan spegilinn, og bara, ég er sterk, ég er heilbrigð núna og í Jesú nafni skipa ég líkamanum mínum að vera heilbrigður núna, að vera hraustur. Ég trúi á líkamanum mínum og ég trúi því að hann sé heilbrigður og Guð er að lækna hann. Þá finnið þið hvernig líkaminn og þið sjálf fyllist af krafti og ljósi og heilbrigði og gleði. Og ég skora á ykkur að taka nokkra mínútur til að æfa þetta daglega. 1 mínútu, 2 mínútur, 20 sekúndur. Pröfið að byrja að gera þetta á hverjum einasta degi og þá byrjið að sjá orkun ykkar, kraftin ykkar, líðan ykkar, heilsun ykkar umbreytast dag frá degi. Það er rosalega kraftur í þessu. Ok, þið til í það? Gera þumal upp ef þið til í að gera það. Gekkja, allt með í því. Frábært. Ok, nú ætlum við að taka smá hugleiðslu bæn, þar sem við ætlum að taka þessar krafthugsanir eða orð Guðs og setja inn í hjarta okkar og við ætlum að trúa því að hann sé læknir okkar, að hann hafi læknað okkur og við ætlum að biðja hann að bara fyrirgefa öllum orðum og öllu þessu neikvæða heimsku tali. Við höfum öll verið þar og það er allt í lagi og við ætlum að biðja og við ætlum að bara leggja tungun okkar í hans hendur og bara biðja að lækna hana og hreinsa hana og bara setja sitt orð inn í tunguna okkar og fáið þannig fyllum við tungun okkar að hans krafti og hann er með okkur í hverju orði sem við tölum út. Ok. Þá ætlum ég bara að byrja, þetta verður kannski svona 10 mínútur, 11 mínútur í mesta lagi. Og það er alveg hægt að sitja, það er líka hægt að liggja, en ef þið eru sitjandi þá er best að sitja svona þannig að þið getið slakað vel á, þannig að þið séu ekki með krosslaða fætur eða krosslaða hendur eða í einhverjari áreynslu stellingu. Ok. Í Jesú nafni þá legg ég þessa bæn, þessa hugleiðslu í þínar hendur Drottinn. Í Jesú nafni þá legg ég hvern og einn hér á þessum fundi í þínar hendur Drottinn Jesús. Ég legg heilsuna þeirra í þínar hendur. Ég legg líkamann þeirra í þínar hendur. Ég legg sálina, hjarta í þínar hendur, tunguna. Í Jesú nafni þá bara bið ég að lækna og leysa og umbreyta og fyrirgefa. Verði þinn vilji í Jesú nafni. Og ég ætla bara að biðja þig Drottinn að snerta hvert og eitt hérna inni. Snertu líkamann þeirra. Og við ætlum að leyfa okkur að finna hvernig við bara drögum djúpt inn andann, lokum augunum og leggjum okkur sjálf í hendur Drottins. Og það kemur svona slökun og friður yfir. Og þú finnur að þú ert algjörlega örugg eða algjörlega öruggur. Og heilagur andi svífur yfir og það er andi lækningar. Og það er andi lausnar og frelsis. Og það er andi gleði og hamingju. Og mér langar til að biðja þig bara aðeins að bara kíkja á sjálfan þig. Bara sjá þig fyrir þér í huganum. Og mér langar til þess að biðja að bara segja fyrirgefðu. Fyrirgefðu. Ég fyrirgef þér. Ég elska þig eins og ert og skilyrðislaust.
Ég treysti þér. Og ég hef trú á þér. Og ég ætla að fela þig Guði núna. Og ég bara biði Drottinn að taka við mér. Ég afhendi heilsuna mína. Ég afhendi heilbrigði mitt. Og ég afhendi líkama minn í þínar hendi, Drottinn. Í Jesú nafni biðum að taka við svo lækna. Leysa. Fyrirgefa. Í Jesú nafni biðum að senda orð þitt inn í hjarta mitt, inn í heilbrigði mitt, inn í heilsuna mína núna og lækna. Í Jesú nafni biðum að senda orð þitt, Drottinn, inn í beinin mín, inn í líffæri mín, inn í tunguna mína og inn í hugsanir mínar. Og ég þakka þér fyrir að þú læknar og hreinsar. Og ég þakka þér fyrir að þú fyrirgefur öllum orðum mínum frá upphafi. Í Jesú nafni þá afhendi ég þér orðin mín, tali mitt, allt sem ég hef sagt og allt sem ég hef látið ósagt. Ég bið að taka við þessu núna, Drottinn. Og ég þakka þér fyrir að þú læknar og fyrirgefur og hreinsar. Þakka þér fyrir, Drottinn, að þú gefur mér þína tungu. Í Jesú nafni lýsi ég því yfir tungu mína að hún talar líf, að hún talar ljós, að hún talar heilbrigði, að hún talar gleði og kærleika í Jesú nafni. Og ég þakka þér fyrir, Drottinn, að þú ert konungur konungana, að þú ert sá sem allt vald hefur, að þú hefur endurfætt anda minn. Og ég bið að innsigla varir mínar og ég bið að stýra tungunni minni. Þannig að hún tali líf. Og ég ætla að biðja að setja aðra hendina hérna á hjartað þitt. Og ég ætla að tala út nokkra krafthugsanir sem ég ætla að biðja þig að setja inn í hjartað þitt núna. Í Jesú nafni tek ég ákvörðun frá hjartanu að lifa í þínu ljósi, Drottinn, alltaf. Ljósinu þínu sem að læknar. Í Jesú nafni trúi ég því að þú hefur þegar læknað mig, Drottinn. Af því að þú, Drottinn Jesús, ert mitt heilbrigði. Þú ert mín heilsa. Þú ert minn sigur.
Í Jesú nafni lýsi ég því yfir, mér líður vel í mínu eigin skinni og ég er heilbrigður, líkami minn er heilbrigður, sál mín er heilbrigð og orðin mín eru heilbrigð í Jesú nafni. Og ég leggst í ljósið þitt, Drottinn, þar sem ég ætla að næðis að njóta og ég ætla að hvílast núna, af því að þú, Drottinn, ert hvíldin mín. Og það kemur hvíldin í hjartað þitt, hvíldin í sálina þína, hvíldin í líkamann þinn, hvíldin í hugsanir þínar og tunguna þína. Þessi yfirnáttúrulega guðlega hvíld sem eyðir allri þreytu, eyðir allri streitu og það bara losast út núna í Jesú nafni. Halleluja. Og ég ætla að biðja að opna hjartað þitt fyrir Jesú núna og hleypa honum inn. Og gefa Jesú leyfi til að lækna þig. Gefa Jesú leyfi til að vinna í þér. Af því að Jesús er alltaf að vinna. Og við treystum honum. Og við trúum á hann. Hreinsaðu hjarta mitt, Drottinn. Og ég ætla að bjóða þér núna að bara eiga smá stund, persónulega stund með Jesú. Það getur verið bæn eða bara verið í hans nærveru eða hlusta eða bara færa þér nær honum. Eða bara segja eitthvað fallegt við hann í huganum. Og eftir þessa stund áttu eftir að taka eftir stórkostlegri jákvæðri breytingu innan með þér. Þú ert eftir að taka eftir því að hvar sem þú ferð og hvað sem þú ert, þá talar líf og talar ljós. Og þú ert eftir að finna þennan stórkostlega kraft frá Guði innan með þér. Verka og umbreyta þér. Og þú ætlar að æfa krafthugsanirnar og tala út líf og lækningu í Jesú nafni. Og ég ætla að biðja að leyfa Guði fylla hjarta þetta gleði núna. Jesús er gleði og hann fyllir hjarta þetta gleði. Og gleði er stórkostlegu kraftur sem kemur frá Guði. Og þú leyfir bara gleðinni fylla hjarta þetta.
Þú ætlar bara að vera glöð, glaður. Vel gert. Þú finnur að Jesús hefur snert hjartað þitt og heilsuna þína inn í kvöld. Og hann er alltaf að vinna. Og þegar þú ert tilbúin, þá máttu bara opna augun. Og þú finnur sterkt fyrir þessari gleði og þessari vellíðan innan með þér. Í Jesú nafni.